Þetta voru bara kynferðislegir leikir innan gæsalappa, en þetta var ekki leikur í augum dóttur minnar, af því hún náttúrulega vildi þetta ekki. Og þetta var hegðun sem að gerandinn hefði aldrei átt að hafa vit á eða hugmyndaflug í á þessum aldri. Og ef dóttir mín vildi ekki taka þátt, þá var hún lamin. Hún var oft með marbletti á sér sem átti sér enga skýringu. Þórdís segir að vinkonan hafi sagt dóttur sinni að þegja yfir því sem gerðist. Alls ekki mætti segja frá. Allt þetta vel þekkt í svona tilfellum. Hún fór að sýna sjálfskaðandi hegðun, sjálfsvígshugsanir og þetta allt átti eftir að ágerast. En þegar þetta kemst upp þá barnavernd strax send tilkynning á málið. Og fyrst hún opnaði sig þarna, það hefði í raun þurft að grípa hana strax. Við bara bíðum eiginlega í ofvæni eftir að hún kæmist í barnahús til að fá þessa sérhæfðu hjálp sem hana skorti frá upphafi. Og svo kom svarið frá barnahúsi? Dóttir þín á ekki erindi hingað.